Hvergi í heiminum voru jeppar meira notaðir sem landbúnaðartæki en á Íslandi í árdaga vélvæðingarinnar. Þetta meðal þess sem fram kemur í nýrri bók vélvæðingu í landbúnaði frá hestöflum til hestafla. Nú skal hrossin traustu teygja, taka vél og fara að slá. Hér höfundur bókarinnar að fjalla heyskap með hestum í útgáfu Teitinu, en ljóðið eftir Guðmund frá Kirkjubóli. Hestaverkfærin voru gríðarleg bylting en enn meiri framför þótti það þegar ekki þurfti lengur gras til að fá hestöfl. Það voru hins vegar ekki bara dráttarvélarnar sem léttu bændum með lífið. Ég held að mig gera langa sögu stutt á að segja að Íslendingar eigi heimsmet í landbúnaðarnotum jeppa. Það sé ekki sem flutningatækis heldur sem vinnuvél. Og kannski kemur það til að því að herjepparnir sem hér voru, þeir voru seldir hérna innanlands og menn sáu fljótlega að þeir gátu komið í stað hestana. Menn gátu hengt einfaldlega sláttuvél eða herfið eða eitthvað hestaverkfæri aftan í jeppa. Og þá var komið þarna svona tvöfalt verkfæri, annars vegar afgjafi til búverka og hins vegar tæki til flutninga og samganga. Frá hestum til hestafla þriðja og síðasta bókin í ritröð Bjarna vélvæðingu í landbúnaði. Hinar tvær hafa orðið metsölubækur og Bjarni segir áhugann hafa komið sér á óvart. Það komið mjög á óvart hve margir höfðu á þessu áhuga. En það sem mér finnst svo gleðilegt það líka að það hafa margir fengið áhuga síðan og haldið áfram á eigin spýtur að kynna sér þessa sögu.